glópera ákveðin gerð af ljósaperu sem reyndar bannað að selja í dag. Ég útskýra aðeins á eftir af hverju. En þetta eru perur sem voru algjörlega ráðandi lengst af. Þetta eru mjög einfaldar perur. Það botnstykki með skrúðgangi sem eiginlega eins og botnstykkið á perum í dag. Og í raun sama botnstykkið, nema þetta hringur sem skrúðgangur á. Svo það einangrari hérna á milli. Þannig að það snertist ekkert þetta græna og svo peran hér, eða glerið. Ég ætla að teikna með grænu það sem leiðir rafmagn. Það sem rautt eða brúnt leiðir ekki rafmagn. Og vírinn, ef við ímyndum okkur að straumurinn komi inn, það reyndar breytir ekki öllu hvar hann kemur inn og hvar hann kemur út, en hann kemur hér, fer hér yfir glóðaþráð og kemur niður aftur og fer þar í skrúðganginn. Þannig að hann kemur annarkvort inn skrúðganginn og út botninn hérna eða öfugt. Hér þráður, glóþráður, sem yfirleitt úr efni sem heitir wolfram, sem frumefni, sem þolir gríðarlegan hita og bráðnar þess vegna ekki þó þetta hitni mjög mikið. En af því að það svo þunnur þessi þráður að þá tróðast rafeindirnar hérna yfir og þá hitnar þráðurinn og fer að glóa, þar af leiðandi glópera. Þetta voru mjög ódýrar perur í framleiðslu, en vandamáli við það að það hitna töluvert mikið og þess vegna eyða allt og miklu rafmagni. Það ekki bara eyða rafmagni að lýsa, heldur líka hita. Og það eitthvað sem við þurfum ekki þegar við erum með perur, en það notum við aðalega LED perur í dag sem fara miklu sparlegar með rafmagnið. Og það ástæðan fyrir að það var bannað að framleiða eða selja svona perur í Evrópusambandinu að þær eyða of miklu rafmagni miðað við það ljósmagn sem þær gefa frá sér.